Hey folks, velkomin í Flæðiskeri með Rökkva og Jóa og í dag verður aldrei spennandi hjá okkur því að við erum með Ragnheiði Eiríksdóttur sem er hjúkrunarfræðingur og kynlífsráðgjafi og sérfræðingur jafnvel, mætti segja. Já, og fjölmiðlafræðingur líka. Nei, sagði það ekki. Þeir hafa svo miklu villigöðum hérna strax. Sko, ég er hjúkrunarfræðingur og fjölmiðlakona því ég vinn í blaðamennsku og sjónvarpi og svona. Já. Og svo er ég hérna heilmikið að fjalla kynlíf og hef gert það í síðustu komið svona 18 ár. Já. Pælið í því. Já, hvað var þið gamlir þá? Ég var 21. Ég er ekki krakki þá. Nei. Rosalega finnst mér í gamall. Ég er svo gamall, ég hérna samt sko fekk þau tilmæli að vinsast ekki tala það sem að gerist heima hérna frá konunni og því að hún heyrði að ég væri að fá einhvern svona kynlífssérfræðing og bara þú ferð ekki að tala okkur og það sem að gerist hérna. Ok, já. En það er nú líka bara þannig að sko, og sem er kannski stundum miskilningur að þegar ég er að fjalla kynlíf og skrifa og tala og svoleiðis, þá er ég sjaldnast að fjalla eitthvað sem að kemur mér eitthvað við. Nei, en það væri það náttúrulega kannski ekki eitthvað þetta samt sko miskilur fólk ítrekkað. En við ætlum nú örugglega að tala eitthvað kynlíf samtidig. Já, það er alveg viðeigandi, vissilega. Að hérna, við margt sem að okkur að spyrja þig og sem að hlustundur vilja eflaust vita nema þessir viðkvæmið þeir geta bara hlaupið. Þeir geta það slögt núna. Beðið Maríubænir. Já, fallið einhvers staðar á knýja. En þú ert núna mikið að skrifa kynlíf og alls konar svona hluti í sambandi við það. Alls konar svona óvenjulega hluti því að náttúrulega fólk nennir ekkit endilega að lesa hluti sem eru nákvæmlega eins og þeir þekkja. Já, það kannski má segja að ég sé dálítið gefin fyrir það að reyna að víkka sjóndeildarhringinn og auka umburðarlyndi á meðal fólks vegna þess að kynlíf er eitthvað sem að veldur okkur oft svona dálítlum áhyggjum og ótta og jafnvel ekki bara okkar kynlíf heldur kynlíf náungans. Já, það eru sumir sem að taka það svolítið langt. Já, og kannski jafnvel eru bara með það á heilanum. En hins vegar þannig að það er full ástæða til þess að vinna dálítið í því, að mér finnst það allavega að bæði að sinna þessari hlið mannlífsins sem er nú ansi stór. Við höfum flest þörf fyrir kynlíf og það má líta á hana sem eina af okkar grunnþörfum. Já, algjörlega. Bara eins og þörfin fyrir mat og vatn og húsaskjól og félagskap og spjall og allt þetta. Og svona andlega næringu. Ég man að það var einn hjá þig nýlega sem að var með eitthvað svona blæti fyrir pollagölum. Já, hann var í þættinu mínum í rauða sófanum. Og hann talaði að hann vildi einmitt hætta að láta orðið pervert vera eitthvað svona neikvætt, það væri kannski bara eitthvað sem væri með óvenjuleg svona áhugamál. Akkurat. Og þetta er kannski, þú veist, mér finnst svolítið svona orðið perri er svolítið svona skemmtilegt, svolítið galsafullt en pervert er kannski svona neikvæðra, þannig ég myndi kannski segja, þú veist, já ég er svolítið perri stundum en ég myndi kannski segja ég er pervert því að þá fer fólk að hugsa mann sem að býður í runna og flassar, þú veist, eitthvað sem að lappa framhjá eða sem að kemur á gluggan hjá fólki og þú veist, eitthvað svo leiðis. Það er svona meira neikvætt, myndi ég segja. En perri er svolítið svona jákvætt orð. Perri er svolítið svona losta galsa fullt orð sem að maður getur alveg nota. Engin er verið þó hans í perri. Akkurat. Það hljómar svona. Nota það svona með ástæðlegum formyrkjum. Það er alveg hægt. En þetta hefur sko svona fólk sem að er til dæmis BDSM samfélagsins hefur svona tekið þetta orðaldið tilbaka. Og notar það svona sín á milli við pervertar og svoleiðis. En þetta er svolítið áhugavert einmitt með hvernig þú dæmir kannski eitthvað út frá því að hann hefur eitthvað sem að þér finnst skrítið að þér finnst ógeðslegt og dæmir hann miklu víðara út frá því að þér finnst kannski ofboðslega fáránlegt að vilja hafa kynlíf í pollagalla eða vilja vera í einhverjum leðurólum og bundin og eitthvað svona og leika hlutverkaleik, þér finnst það bara stafsanlegt og þá kannski alhæfri meiri manneskjun hún sé eitthvað klikkuð yfir höfuð meira heldur en bara þetta sé eitthvað partur af henni og svo sé hún bara eins og allir hinir í, þú veist, starfinu sínu að mæta og fara yfir reikninga og bókhald og alveg prakkana sína. Já, og fá sér kort í Costco og bara eitthvað, sko. Já, nákvæmlega. En málið er, sko, málið er kannski að einmitt þess vegna þá óttast fólk að koma út úr skápnum sem perrar eða sem blætlar eða BDSM fólk eða swingerar eða eitthvað svoleiðis. Það óttast að fá á sig einhvers konar neikvæðan
losta stimpil og hérna óttast til dæmis að hvað halda þá vinir barnanna minna og ég sé bara veltandi mér upp úr mikið allan daginn og þú veist, ég meina þetta svo, við tökum þetta svo langt bæði hvað var það bliðunarkenndina og líka hvað var þar hérna hugmyndir annað fólk. Já, en ég sá einhvern tímann fyrirlestur, það var TED Talks fyrirlestur, það sem einhver var að tala ógeðistilfinninguna og hvernig hún hefur svo mikil áhrif á okkur eins og að þú átt að taka eitthvað próf eða eitthvað hvað finnst alls konar fólk og eins og hvað finnst þér feminist eða hvað finnst þér færinga eitthvað svona, ef þeir sýnd mynd af kúki eða ógeðslegum greftri eða eitthvað undan, þá verður þau bara neikvæðir, þá byrjar þau bara að tala verður fólk og verður með verri hugmyndir og svoleiðis. Og þetta kannski svona svolítið frumstætt eitthvað sem við þurfum að yfirvinna af því að eins og margir segja kannski, þú veist, hann er svo ógeðslegt viðbjóðslegt að kissa hann kallan eða viðbjóðslegt eitthvað svona frumstæð kvöð af því að þér finnst viðbjóðslegt að kissa kall og það allt í lagi að það sé þín persónulega upplifun að þú þarft ekki að gera það, ekki píninn til að gera það, að þá áleftir eitthvað neikvætt aðra. En ef þú færir þetta eitthvað inn í eitthvað svona annað horf sem viðurkenndara eins og, þú veist, mér finnst viðbjóðslegt að borða kannski eitthvað svona mygluost, svona gátaost eða eitthvað, en ég fyrir aldrei að kalla Sigga við hliðina mér eitthvað öfuguga bara því að honum finnst æðislegt eða ég fær aldrei að segja, skilur oi, hvað hann viðbjóðslegur öfugugi af því hann á svo ljóta konu, hvernig getur hann að sofa hjá henni, djöfis öfugugi, þú veist, þetta finnst öllum eðlilega fáránlegt en fólk skilur oft ekki að þó einhver vilji kannski vera í Superman búningi í kynlífinu sínu eða eitthvað svoleiðis að hann sé kannski bara alveg gersamlega eins og þú fyrir utan það í natriði. Þetta snýst allt hérna samþykki. Já. Og Siggi með mygluostin fær ekki að tróða honum upp í þig á þín samþykkis frekar en að nokkur á að tróða þér í pollagalla og hafa möguðið þannig án þín samþykkis en hins vegar þá ef þú samþykir það að þá erum við farin að tala Ég sá alltaf svona litla stuttmynd þetta og það var hérna tebolla. Já, teð, það var svolítið góð mynd sko, þess að hún svona fær fólk til að hugsa. Þetta var líka tekið fyrir í íslensku myndinni Fáðu já, sem er mikið notuð í skólum og fjallar samþykki. Fáðu bita hamborgarum, jú, gerðu það, fáðu einn, fáðu smá, jú, come on. Og svo byrjaði stelpun að tróða hamborgaranum upp í strákin. Já, og þá sér maður, ef maður setur þetta í svona samhengi, þá sér maður hvað er kjánalegt að stunda kynlíf eða einhvers konar kynlífsathafnir án samþykkis. Ég man alltaf eftir þessum hérna brjálaða presti í Uganda, Martin Semba, sem var að halda svona fyrirlestur og hann sagði ég hef búin að rannsaka hvað hommarnir gera, þú veist, einir í sínu svefnherbergi og ég bara, byttu nú við, þú getur ekki rannsaka það nema þú takir þáttið í, annars er það ekki einir, þú veist, í sínu svefnherbergi, annars er einhver annar að taka það upp á vídeo eitthvað, þá er það ekki lengur einkalíf. Þú veist, og hann er að segja svona hvað gerir eitthvað hræðilegt og svo sýnir hann náttúrulega eitthvað mesta öfgahommaklám sem til sem er líka til eins fyrir gagginniða og fyrir utan það öfgahommaklám er ekki tekið upp í einrúmi, það er augljóslega tekið upp. Og svo er hann að segja eitthvað svona, þú veist, að vestrænt fólk segir að þetta sé bara eitthvað sem að gerist í einrúmi og þá komið engum við, en þetta kemur okkur öllum við, þetta eru systur okkur bræður og eitthvað svona, þetta kemur samt ekki við. Þetta er ótrúlegt hvernig svona... Já, trúarbrögð hafa að sjálfsögðu valdi alveg gríðarlega miklu skaða í heiminum eins og við vitum. Já, ég er sammála því. Og ekki síst hvað varðar upplifun fólks af sjálfum sér sem kynverum og hérna, til dæmis... þá eru trúarbrögð óspart notuð til þess að tróða blygðunar kennd inn í höfuð fólks. Af því þá predikur að það sé einhver guð sem sé að horfa, sé alltaf einhver að horfa og hann verði eitthvað voðalega leiður ef þú ferði í búningin þinn eða eitthvað. Og... mismunandi hérna, bara syndri holdsins og hérna kynlíf fyrir hjónaband og þetta er ekkert fjarr okkur hérna. Ég meina það er ekkert langt síðan að þetta var kannski meira mál hér heldur en það er núna því að við erum auðvitað upp til hópa trúlaust þjóð í dag sem er ekki plöguð af þessum hlutum en við getum hort á nágranna þjóður eins og bara Bandaríkin þar sem að hluti sem að varða kynheilbrigði kvenna eru bara stór pólitísk mál. Já, það er verið alltaf að reyna að banna til dæmis fóstureyðingar og það er alltaf verið að reyna að kenna krökkum frekar en að fræða þeim kynlíf að segja þeim bara að þau eigi ekki að hafa kynlíf fyrir henni gift. Svo náttúrulega eru þau full og hafa kynlíf og vita ekki þetta og verða ólétt og fá kynsjúkdóma af því enginn kendi þeim að nota smokkin. Það með að hvorki fá fræðsluna nýja getnaðarvarnina sko, þannig að þetta verður bara svolítið að bera ábyrgð á sjálfum sér í þessu veldi. Já, ég held að við náum náttúrulega ekki að
sko, þetta verður svo flókið þegar að trúarbröðum fara að fokka í þessum hlutum, held ég. Ég alveg sammála því, sko. En við erum allavega heppin á Íslandi hvað það varðar að okkur þykir sem þjóð jákvætt að krakkarnir okkar fái kynfræðslu og við erum að spjalla hérna klokkan 2:45 og útvarpi sögu kynlíf og hérna fólk mun vantilega ekkert kippa sinni sérstaklega upp í það. Sjáum til. Og við sjáum til. Hver hringir inn og eftir. og hérna og við hérna allavega svona búum allavega í þannig samfélagi að við erum nokkuð frjáls hvað umræðuna varðar. Já, og ég náttúrulega sem trúlaus maður myndi alltaf segja líka siðferði á að snúast afleiðingar fyrir aðra, afleiðingar fyrir hamingju og óhamingju annara. Já. Ekki eitthvað svona óhlutbundið hvað einhver guð að hugsa upp í himninum eða eitthvað hvað hann myndi segja eða eitthvað heldur ef að þig langar að vera í einhverju svona sem talið vera blætiskynlíf með einhverjum öðrum hann vill þá eru báðir glaðir, það enginn sem skaðast þá það ekki siðferðislega ránd. Þetta alltaf sko ég líti á þetta sem bara alltaf spurningu samþykki í fyrsta lagi. Já. Og síðan mörk og þarfir þeirra sem taka þátt. Já. Og þess vegna þurfum við að sem sko bara foreldra þá þurfum við að vera dugleg við að búa til einstaklinga með sterka sjálfsmynd. Já. Og ekki síst sterka kynferðislega sjálfsmynd af því að þannig fólk það verður hæft til þess að tjá mörkin sín í kynlífi og líka þarfirna sínar. Já, og sömulegis sterka virðingu fyrir öðrum. Að þú ert ekki að pína einhvern annan til að þóknast þér með eitthvað sem að viðkomandi vill ekki. En svo hins vegar sko að ég hef nú spurðað því daginn það sést kona sem að byrja að hitta mann sem að með blæti. Já. Og hún hefur enga sérstakann áhuga á þessu blæti og var svona að spyrja mig ráð og svo leis og hérna ég held að máli séum til þennan tilvíðin þegar annar aðilinn með áhuga á einhverju sérstöku og hinn ekki. Já. Ef það veldur aðilann sem ekki með áhugan ekki neinum kvíða eða skaða eða að þá finnst mér bara í mjög góðu lagi og ég sagði það við þessa vinkonu mína mér finnst allt í fína að þú kannski bara skoður þetta með honum og leifur honum að segja það frá þessu og hver veit nema að hans losti gagnvart þessum hlutum eigi eftir að kveiki þér ef þú ert skotin í honum. Já. Þannig að kynlíf sko, þetta samspil okkar snýst náttúrulega líka svolítið það að ekki, og þannig ég ekki að tala að hún sé að láta þá eitthvað yfir sig ganga eða einhvern veginn að misbyða á sjálfur sér heldur hún bara að í rauninni vera næs. Já, og það náttúrulega alltaf svolítið þannig í samböndum að maður gerir í eðlilegu sambandi allavega vissa hluti fyrir hinn sem að manni kannski finnst ekkit æðislegir. Þú ferð kannski á bíómynd með hinnum sem þið finnst svona svolítið leðilega hittir, þú veist, fólk sem ekki uppáhaldsfólkið og svona og þú veist, það eru bara einhver svona mörk sem að þú nennir ekki og sem þú ert ekki til í og það kannski allt í lagi að gera eitthvað sem þið finnst ekki alveg frábært í kynlífi. Svona allavega stundum. Akkurat. En ef þetta þannig sko að þú kannski kynnist einhvern, þið líst vel á einhvern og kynnist honum og svo þessi hlýð, hún bara einhver allt unnur og í helst. Já. Og þú kannski búin að binda þig svolítið þessum einstakling. Hvernig búin að binda þig? Já, sko, ég held að þarna einmitt sé heiðarleikinn svo mikilvægur og sannleikurinn og þarna komum við þetta að því að það getur aldrei verið jákvæmt þegar fólk að finnst að þurfa að fara í felur eða skömm og vera út í einhverju myrku hotni með sínar þrár og hvatir. Við sjáum það til dæmis oft og maður sér umræður mál þar sem til dæmis annar aðeins kemur út úr skápnum eða trans eða eitthvað slíkt sko. Já. Þannig að þarna skiptir sér heila ekki miklu máli í þessu. Það bara frá upphæði þá sé þetta bara á borðinu. Já, auðvitað kannski, ég meina, fólk getur uppgötað á öllum aldri að það trans eða gerð sig grein fyrir að kynhneigðin ekki svo sem það hélt í byrjun. Vissulega getur það komið fyrir, en við erum kannski að tala meira kannski þú veist, einhver sem að bara færða ekki nema að vera með, þú veist, hálfan lítra tómatsósu á maðurum á sér, eitthvað svoleið, sko. Já. Og ef að það bara eitthvað rosalegt issue fyrir viðkomandi þá bara dálítið sniðugt að segja frá því frekar snemma í ferlinu held ég. Já. Ekki vera að fela það sko. Já, ég alveg sammála því að því að ef þetta það náttúrulega munurinn á kannski, ég veit ekki hvað þetta blæti skilgreinst en það rosalega munur á því að
mér finnst rosalega gaman ef ég mætti vera með sjóvarahatt og leika Kolbeinn kapteinn, þú veist, þegar við höfum kynlíf eða eitthvað svona, eða þá bara, ég get ekki fengið fullnægingu nema ég fá að vera Kolbeinn kapteinn og þú kallir mig kapteininn. Það er rosalega munur á þessu tvennu. Já, og þetta er líka, sko, þarna erum við líka komin inn í þessa umræðu þar sem að margir eru núna farnir að tala um það að þeir séu BDSM hneigðir. Já. Og með því þá er átt við að í rauninni þá sé ákveðin hvað segja, hegðun eða venjur eða eitthvað, já, eins og bara kapteinn Kolbeinn og sjóvarahatturinn ef að það er bara gjörsamlega nauðsynlegt fyrir þig til þess að hafi nokkra ánægja kynlífi að þá myndi ég frekar telja að þú væri kannski BDSM hneigður ef þú vildi þá sjálfur skilgreina þig þannig en ef þetta ég persónulega en ef þetta, jú ég veit þú ert að tala sjálf en ef þetta væri bara svona eitthvað sem þú væri alveg til í að gera af og til það er annar hlutur, þetta er bara eins og ég ber þetta oft saman við til dæmis athöfnina að tveir karlmenn sofi saman þeir þurfi ekki endilega að vera gay til þess það er tilfullt af karlmennum sem að lifa gagnkynhneigðu lífi og líta á sig sem gagnkynhneigða en finnst gott að sofa í öðrum karlmennum á og til tilbreytingar, já og þeir líta ekki endilega á sig sem gay og eins þekki ég mikið af konum sem hafa sofið hjá konum á og til hvort sem það er í þá einhvers konar þrennu eða bara tvær og tvær án þess að þær líti á sig sem lesbískar eða tvíkynhneigðar þær eru bara gagnkynhneigðar konur í gagnkynhneigðum samböndum en finnst stundum gaman að sofa hjá konum. Já, ég veit ekki alveg hvernig manni finnist það, maður er allavega ekki á sama hátt afbrýðisamur. Ef að konans manns myndi segja manni að ég prófa að vera mann eða konu eða eitthvað, ég held að mér finnist það mjög skrítið en það er allt öðruvísi tilfinning heldur en að það hefur verið maður. Af því að, þú veist, þú keppir beint við annan kallmann en önnur kona er allt annað, þannig að það er ekki, þú eru kannski afbrýðisamur en ekki á sama hátt. Þarna ertu náttúrulega búin að stíga alveg beint onni feðraveldispollin þar sem að eignarhaldið er grundvöllur parasambandsins. Já, en konan hefur líka eignarhald á mér, skilur við. Já, en auðvitað er sko, eins og parasamband eru í okkar samfélagi, þá eru þau skilgreind algjörlega út frá eignarhaldinu. Já. Og sjáðu bara alla orðræðum hjónaband og svona. En tölum endilega um það, af því að mér finnst það óbúðslega áhugavert með svona önnur form heldur en bara beint hjónaband. Ég held persónulega ekki ég gæti verið í einu öðru formi af því að ég held að það myndi alltaf einhvern veginn fara á límingunum á endanum í einu eðra átt. En mér finnst það mjög áhugavert að það er mikil umræða núna það er sving, það sem að pör sem sagt hitta önnur pör og svo skiptast þau á mögum og svo er þetta það sem er kallað polyamory heitir það á ensku. Polyamory sem hefur verið kallað að vera fjölkær. Fjölkær. Þetta væri svo fínt til þess að hafa í teiknum til að útskýra fyrir ökum. Hérna er í bánsinn fjölkæri, lalalala, fjölkæru byrnindir og kærleiksbyrnindir. Prófið sem að útvarpsaga geti sett í það hrjúntastaf. Við erum ekki með barnefni en hérna, þetta er góð hugmynd. En þarna þetta, einmitt, fjölkæri og alls konar svona opin sambönd og svoleiðis. Ég er svolítið forvitin að vita að það fólk sem prófar þetta hvernig fær það þetta til að virka og hvað eru margir sem að prófa þetta og í rauninni hjónablandið splundrast út af því og finna þetta ekki sitt. Hver er svona þín sýn á þetta og þín reynsla því fólk sem þú tala við þessi mál? Ok, í fyrsta lagi þá skulum við halda því til haga að þeir sem að gangi hjónaband meir en helmingur þeirra skilur. Hvor sem er, já. Það er rétt. Og það er ágætt að muna það þegar maður er að pæli í þessu. Þegar að fólk tekur andköf og segir opin sambönd, þetta gengur aldrei að þá minni ég yfirlega á það, ég spyr þá yfirleitt veist þú einhver einkvænis sambönd sem hafa endað? Og já, það er yfirlega raunin. En aðeins að útskýra þetta, þú nefndir þarna í fyrsta lagi sving og svo pólísamband og svo opinsamband. Já, þetta eru alls konar hlutir, en svo við höfum kannski orðanotkunnuna hreinu að þá er sving einmitt, þá er það var stundum talað makaskipti hérna einu sinni, algjörlega úrelt orð, þetta er ekki þannig að þú segir, jæja, nú skiptum við konurnar sem við eigum hérna og tókum með okkur. Nei. Það kom ekki á alveg börnin hjá hinum eða eitthvað svona. Nei, sko, ég er að segja, sko, þetta er miklu meira kannski, sving er kannski miklu meira bara fólk sem að stundar kynlíf, kannski návist annara sem áhugamál og jafnvel með öðrum. Já.
það ekkit endilega og það engin svona, ef þú fyrir að svingaraklúbb erlendis, það engin regla að þú þurfir að ríða 3 fyrst þú ert komin að inn, sko. Heldur, sko, sumt fólk kemur bara í kynlífsklúbba bara til þess að, þú veist, ganga með nærfötum og horfa á aðra stundar kynlíf og vera svolítið sexy og svona rækta í sér kynveruna. Já. Og meðan aðrir koma til þess að stunda kynlíf með sínum maka og hafa annað fólk í kring og það getur verið bara mjög sexy. Og þetta fjölkær. Já, við erum komið þangað og síðan koma sumir til þess að stunda kynlíf með öðru fólki. Já. Og þá eru alls konar útgáfur, sumir gera það bara í sama herbyggi, sumir gera, þannig að sem ég gera allt nema að ríða þannig að fólk með bara svona alls konar reglur fyrir sig. Fjölkærsambönd eru síðan ein tegund af því sem við kalla opin sambönd. Fjölkærsambönd, þar átt við að einstaklingar eru í samböndum við fleiri en einn í einu og þá erum við að tala einhvers konar skuldbindingu. Já. Það að segja, fólk sem er fjölkært lítur yfirleitt á ást sem ekki bara takmarkað stöðuvatn, heldur bara endalaus og uppsprettu. Og rétt eins og þú getur eignast 5 börn og elska þau öll jafn mikið, að þá getur það átt 5 kærustur og elska þær allar jafn mikið, eða kærasta. Já, ég skil það allavega svona fræðilega séð. Já, það eru alls konar form af fjölkærum samböndum og þau eru eiginlega bara jafn mismunandi og þau eru mörg. En það sem ég velti fyrir mér, sko, það að því að þú þekkir hennar heim svolítið vel, eru dæmi fjölkærsamböndin í Íslandi þar sem fólki jafnvel býr saman og á börn saman og já. Er það til? Já. Ég veit að fólki sem að þar sem þau búa 3 saman og það eru börn á því heimili og á þá viðkomandi maður eða kona? Nei, það eru 2 menn og 1 kona. 2 menn og 1 kona. Ég þekki til fleiri sambanda þar sem að það eru hjón sem sagt í svona það sem er kallað primary samband, þá það svona aðalsambandið og svo eiga þau sína kærustur og kærasta sem þau fara þá á date með og gera ýmislegt með. Í sumum tilfellum þá eru viðkomandi kærastar eða kærustur líka bara vinir inn á heimilinu, koma í matarboð eða eitthvað og krakkarnir þekkja þau og krakkarnir jafnvel þekkja þau krakkarnir þekkja þau ekkit endilega sem kynlífsleikfélaga foreldra sinna en það ræði við vilt ekki kynlíf við börnin okkar, það er óþarfi þannig að flækjustíð kannski svona minna hvað fólk tekur oft ankof svona varandi börn það sér vel að vera mér en flækjustíð virðist svona vera minna í reynd allavega, þetta í þeim tilfellu sem ég þekki best til að þá er þetta yfirleitt bara fjölskylduvinir sem að bara koma og hjálpa við að mála og koma í lasagne á þriðdegi og eitthvað svona sko En mín reynsla er svolítið, þetta var reyndar mjög góð punktur sem þú sagði með að fólk skilur hvað sem en mín reynsla er með að allir sem hafa nokkuð tíma sagt mér að þessi opnu sambandi eru hættið saman og oftast bara 2 mánuðum seinna eða eitthvað svoleiðis að þá er þetta eitthvað, þú veist, eitthvað hluti af ferlinu að skilja í rauninni. Ég þekki bara eina konu sem sagði mér frá svona hlutum og var lengi, skil núna en var lengi áfram, þannig ég ætla ekki að skrifa það á það. En eiginlega alltaf, þú veist, líður 1-2 mánuður og þá eru þau hætt saman, sko. Já. Er þetta kannski eitthvað sem fólk grípur oft í þegar það er í rauninni ekki tilbúið fyrir það og kannski ekki af réttum forsendum? Já, ég held að það sé alveg rétt hjá þér að fólk gerir það oft og það er stundum þannig að og við þekkjum þetta allt sem hefur verið í langtíma samböndum að stundum er bara eins og súrefnið í bublinu klárast og það þarf eitthvað að koma til og það geti verið helgarferð til Dublin þar sem að, þú veist, er hægt að rækta rómatíkina eða bara þú veist, fjallganga einu sinni í viku eða eitthvað það er hægt að gera ýmislegt en við þurfum öll að beita brögðum til þess að halda samböndum lifandi og spennandi og halda súrefninu flæðandi inn í bublunum okkar hjá sumum þá einhvern veginn grípur fólk til þessa ráðs sem svona síðasta hálmstrás en svona samkvæmt því sem ég hef lesið og heyrt þá er það ekki góð hugmynd. Fólk ætti miklu frekar að
að gera þetta einmitt þegar það á góðum stað. Já, ég held það einmitt líka. Þetta bara eins og þú átt ekki að taka stórar ákvarðanir þegar þú ert í ójafnvægi. Já, bara svipað eins og með að finna sér maka. Það gott að gera það þegar þú ert ánægður með sjálfa þig. Já, það ekki gott að finna sér maka þegar að þér líður ömurlega og þú ert að reyna að finna einhvern til þess að laga líf þitt. Akkurat. Og þú finnur þér, þú veist, eitthvað sem að passaði ekkert fyrir þig og þú ákvaðst bara hann passaði það hún og svo framvegis. Ég held að það sé alveg rétt og sumir eru kannski líka svona eigingjarnir að þeir vilja finna sér einhvern nýjan en vilja hafa sambandið af því að þeir fá ákveður ekki þar og kynlíf og... Já, flestir gera þetta bara á því formið að sambandið verður einhliða opið og það kallast í daglegu tali framhjáhald. Já. En það annað ef þú segir frá því eða ef þú segir ekki frá því. Það ótrúlega algengt en sko framhjáhald, sko þetta sem við erum að tala núna ekki framhjáhald. Nei, það með samþykki. Já, það með samþykki og við erum ekki að tala svik á einhvers konar samkomulagi sem að fólk hefur gert sín á milli. En ekki í rauninni lang flestir sem að koma til með að halda framhjá einhver tíman á ævinni? Myndirðu ekki segja það? Hvað aftur prósentan? Í gömlu rannsóknunum þá var það svona 40% kalla sem játaði framhjáhald og 27% hvernig eitthvað þannig, ef mann rétt. En núna í nýri rannsóknum að þá þetta færast nær og líka ef rannsóknur gerða þannig að það sko pottit að það sé ekki reykjalegt. Þú veist, þá svarar þá verast konur allavega að segja meiri sannleika þannig að prósenta kvennanna hefur færst miklu nær köllanum sko. Einhvern tíðan heyrði einhvern segja sko þessar rannsóknir mitt og svo er það hinhópurinn sem bara að ljúga til niðurstöðuna. Já. En jú, ég meina og þú veist það, sko, ef við getum líka við getum líka bara horta á þessa sko tvendarhyggju sem við erum auðvitað ofurselt í okkar samfélagsgerð. Hjónabandið ekki droslega gömul eða gamalt fyrirbæri og það er ekkert sem segir að sko hvaðan svo hugmynd komin að ein manneskja eigi að geta fullnægt öllum okkar þörfum það sem eftir í lífsins. Það er mjög eðlilegt. Já, þú reynir náttúrulega líka kannski eiga börn og þau eru hluti af þessu og svona. En það er mjög eðlilegt að girnast annað fólk. Þó að maður sé... Já, ég held að maður væri mjög óeðlugur ef maður girtist aldrei neitt nema maka sér nokkuð tíman eftir af því að það eru náttúrulega sömu hvatir sem að letið vera hrifin af makaðin til að byrja með sem að láta vera hrifin af öðrum eða horfa á einhvern annan og hugsa mikið væri gaman að gera þetta með þessum og eitthvað. Það slöknar ekki bara á þeim eitthvað af og á þegar þú giftist. En munurinn sá að þegar þú gengur inn í einhvernig samband að þá ertu að í rauninni að taka ákvörðun að akta ekki á þessar hvatir að láta ekki verða af þeim. Þú ætlar þú ætlar í rauninni þá að ákveða það að meðan þú ert með þessari mannesku að þá munur þú ekki gera neitt í þessum hvötum. Akkurat. En hvatirnar eru þarna? Já. Og áhuga á öðru fólki. Ég hef náttúrulega talað það hvernig mér dreymir alltaf að ég með einhvern konum sko og svo man ég í draumnum því draumur ekki eins og raunveruleikinn. Þú getur verið aftur og ungur í draumi eða eitthvað. Já. Svo man ég alltaf í draumnum þegar ég byrjar að kissa einhver konu eða eitthvað að ég á konu og fæ ekki það samviskubit. Og líður óslega illa. Þetta er svolítið djúpt. Þetta er ömurlegt. Af hverju gat mig ekki bara dreymt áfram í væri einhleypur, þú veist. Helviti samviska. Elta mig einhverja drauma sem er ekki eins og raunverulegt framhjáhald. Myndir nú einhver geta ráðið alveg svakalega í þetta. Já. En þetta með einkvæðið, þetta er svo, sko þeir sem eru fjölkærir, margir vilja í rauninni tala að vera fjölkær sem ákveðna, kynhneigð eða hneigð. Að margir sem að ég þekki, þeir hafa, eða allir sem ég þekki sem eru fjölkærir, hafa verið í einhvernig sambandi báður. Og það eru svo margir sem lýsaði einhvern veginn hvernig það var alltaf svona, það var eitthvað sem vantaði, það var einhver svona tilfinning eins og það væri verið að hemja eða bæla eða eitthvað. Og svo í fjölkæru sambandi, þar sem að fólk getur verið í sannleikanum og bara haft sína reglu sín á milli og gert sinn samning og þá í rauninni fengið að þróa tilfinningileg samband við fleiri en eina mannesku að þá eru þessir einstaklingar einhvern veginn bara finna svona létti og einhvern veginn komin heim sko. Já, ég skil það í sjálfu sér en það sem að ég er að hugsa er að endar þetta samt ekki oft í einhverju bara
gráti og gnístrand hanna með það að það eru kannski reglur en svo virðir einhver ekki reglurnar eða svo sett einhver reglur en hann þolir þeir í rauninni ekki eða þú veist, hann vildi fá að sofa hjá fullt af konum en svo þegar konan sé fyrir manni þá þolir hann það ekki er það ekki oft svolítið erfitt? Það eru alls konar það eru alls konar mál sem komu upp og verkefni sem að fólk í fjölkærum samböndum þarf að leysa úr og díla við rétt eins og í öðrum samböndum Sambönd eru alltaf flókin. Ég sagði þetta einu sinni, eða ég hugsaði þetta held ég eftir á þegar náungi var að segja mér að hann vildi vera í svona opnu sambandi og ég sagði, já en hvað með þessar kvatir þínar að verða öfundsjúkur og svona, já en þú getur lært að hemja þær og þá hugsa ég, er ekki einfalt að læra bara að hemja grettunni í sér, skilur að vera bara með koninni og þú veist er það ekki bara einfalt? Nei, alveg tala, hvort myndir vilja læra að hemja afbrýðsemi eða hemja grettu? Hemja grettu, ég er orðið það gamall að því að það sé auðveldara þegar ég var 20 þá kannski 14 ára eigingileg en nei, þetta var nú svona útudúr sko. Fólk í fjölkærum samböndum verður að sjálfsögðu afbrýðsand afbrýðsemi er alveg eðlileg tilfinning en það er kannski það sem að er öðruvísi er hvernig þú vinnur úr afbrýðseminni það sem að mér finnst mjög fallegt að heyra það er til dæmis þegar að fólk upplifir afbrýðsemi og notar þá tilfinningu þá sem ákveði tækifæri til þess að skoða býtu nú við, ég er hérna með einhverja óuppfyllta þörf hvað er það sem að hugurum minn er að segja mig núna hvað er það sem að bara hvers svona kviknar þessi afbrýðsemi hvað er það sem ég þarf frá makanum og síðan þá að æfa sig að tjá þörfinnar Já, þetta er kannski líka einhver ákveðin hvöt svona til að verja þig, svona ákveðin hræðsla að makiðin sé kannski að fara eða sé að hafna þér þú getur kannski lært með tímanum, hann kemur aftur að það er ekki eða þá að þú ert kannski með ofmikla þörf fyrir viðurkenningu frá öðrum að þú verðir alltaf að, þú veist, kæfa en þetta er sko, ég held að afbrýðsemin sé einmitt tækifæri til sjálfskoðunar veist, hvaða sviðum þarf ég að vinna í til þess að mér líði betur, ég get verið heilli manneskja En getur verið afbrýð sem er komið vegna þess að þú ert óöruggur með sjálfa þig? Já, akkurat eins og Rökkur að segja sko með höfnunarótti er yfirleitt grundvallaður í því að þú óttast að verða yfirgefin Já, akkurat og það er mjög eðlilegt og sérstaklega þegar fólk er að stíga sín fyrstu skrefi í opnum samböndum að hvað ef að maki mín verður bara rosalega skotin í nýju kærustinni og vill ekki koma tilbaka til mín Svo finnst bara honum þú leiðileg bara óspennandi Og þessi líka tilfinning sennilega að þú sem karlmaður kannski aðalega karlmenn sem er afbrýðsemi, ég veit það ekki allavega að þá svona þú veist það er eðli í okkur að vera sigurvegararnir sko Já, konur verða það held ég alveg líka kemur gamla feðraveldið og býtir því rassinn alveg við erum ekki sigurvegarar þegar það konur eru líka ekki sigurvegarar ef að menn vilja það ekki já, geta við líka sko en nú er ég að tala út frá kallinum sko það er kannski samt meiri, ég veit það ekki ég hugsa náttúrulega sem kalla því ég er kall en ég hugsa kannski meira að ef að vinur manns viss að konur er að sofa hjá öðrum þá myndi þið líta niður að mann að segja auðmingi að láta hann að sofa hjá öðrum svona górilu sko alfa þetta er feðraveldis emitt, hugsun en væri það kannski ekki líka hjá konum eitthvað svona ef að þú veist að þær verður kannski dæmdar ef að þær verður þú veist í opnu og þá bara leifa manninum og sofa hjá öðrum konum væri það kannski ekki líka þær myndi kannski óttast frekar að fá druslustimpil á sig hvað er rosalega slötti, ertu bara með 2 mönnum bara hvað er aðeins, er ekki einn ofrið þig að það er náttúrulega rosalega mikið að við erum að druslustimpla og þarna, ég var nú einu svona óbáslega mikið skammar bara fyrir að nota orðið drusla og fór svona að hugsa út í það svona, má maður gera það þú veist að ég hef alveg kallað gaura druslu líka skilur, þetta er svona, mér finnst þetta meira eftir samhenginu já, að þú veist, þú leggur mismundi, mér finnst þetta meira vera eins og í upphælum skilningi og segir einhversi druslu og þá gengur nýtlu og mér finnst það saman með kynlíf og gengur illa ef þú séu bara hjá einhverjum og ert óhæðilegur og séu hjá næstu og segir ekki hinum að þú sért að sofa hjá mörgum og þá finnst mér að vera drusla svona ef þú veist, gengur með sóðaskap þá finnst mér að vera drusla hvað sem þú ert kallið að kona Ok, þannig að það er ekki beint fjöldin heldur svona samskiptast Já, það spilar inn í náttúrulega þú ert meiri svindlar ef þú svindlar mörgum heldur en þú svindlar á einum en ég er að meina svona að þú gangir illa með það þannig að þú veist kannski lígur til þess að fá kynlíf og ég veit það ekki Já, kemur óhægilega fram Já, svona gengur illa Já, akkurat Það er það sem að mér finnst að drusla ætti að þýða Ég er náttúrulega ákveð ekki hvað það þýðir en svona, hjá okkur allavega síðustu árin, þá hefur þetta þýtt frekar
verið notað konur sem að eiga marga elskuða. Já, eða fólk heldur í marga elskuða. Það er marga stelpur sem eru búin að fá druslustempil meðan það er ennþá hreinar meyjar sko, bara þegar tölum og marga gauri eða eitthvað. Hreinar meyjar enn eitt feðraveldis hugtakið. Já, það er svona asnalegt, ég er saman, það er asnalegt hugtak og hreinn svinn er ennþá verra jafnvel. Það er aðalegt. En þið hlustar flæðiskir útvarpi sögu, Ragnheiður Eiríksdóttir, hjúkrunarfræðingur og fjölmiðlakona er hérna hjá okkur. Rökkvi Vistinsson og Jón Kristjánsson koma hér rétt á eftir með meira umræðum þetta málefni. Marvin Gaye, Sexual Healing. Og er það ekki akkur þessu umræða hér? Jú, má segja. Rættum það. Já, við vorum komin til umræður það hvort að það er eðlilegt að vera bara hjón, tvö saman, hvort að það er formið sem við eigum öll að vera að þvinga okkur í eða ekki. Já, en það sem áður við gerum það, þá kynnum við hann inn aftur og hún heitir Ragnheiður Eiríksdóttir og er hjúkrunarfræðingur og fjölmiðlakona. Helvtis formsadrið alltaf. Þetta er bara að tala kynlíf. Sko, ég vil samt minnast á það líka að þó að ég tali svona mikið opin sambönd og alls konar sambandsform og svona afslappa viðhorgakvart kynlífi, þá eru óskup margir sem eru virkilega hamingir sem eru ánæðir bara í sínum parasamböndum. Algjörlega trúir hvorum öðrum eða hver annar eða hvort öðru og stunda bara kynlíf með slögt ljós á þriðjudagskvöldum með biblíun á náttborðinu og fyrir suma þá er þetta bara alveg meiri háttar. Já, en kynlíf náttúrulega það hefur náttúrulega þróast til þess að okkur finnist það rosalega gott, þannig að oft er það bara nóg og þú fær bara þitt kynlíf þó að sé ekkert eitthvað sérstætt í kringum það, einhver sérstakar skreytingar eða leikir og það er bara oft bara alveg fjandinn og gott sko. Það er alveg fínt fyrir marga sko, en sko ástæðan fyrir því ég er að tala svona mikið um þetta og einhvern veginn raflega sko ástæðan er ekki svo að ég sé póli eða ég opna sambandi, ég hef aldrei prófað það þó ég sé með jákvæðgakorti en ástæðan er svo að ég vil alltaf einhvern veginn með umfjöllum minni vera að færa fólk úr sko myrku horni fordóma og fáfræði og ég verið ljósið og bara að, þú veist, vera pínu afslappað þó að þetta sé eitthvað sem þú myndir aldrei gera eða þú sért ekkert til í að prófa eða tilenga þér eða neitt að þá kannski bara ef þú heyrir hlutina og fræðsla er alltaf þannig að hún minnkar fordóma. Já, þú værir ekki eitthvað bara, Pelli mín, þú mátt ekki leika, þú veist, hjá við Sigga af því að pappi hans og mamma eru, ég vil ekki segja þér hvað þið eru, eitthvað svona, þá eru þau ástarsambandi eða eitthvað, þú mátt ekki leika við hann, þú mátt ekki fara heim til hans, eitthvað svona fordómar. Já, pælið því. En eins og segi, sko, þetta er svona bara partur á sem miskilningi fólk heldur alltaf að ég hafi gert allt sem ég fjallum sko. En það er marg sem eru hissa að heyra það að ég hafa aldrei verið í opnum sambandi sjálf, ég hef alltaf verið í harlokuðum einhvernins sambandum. En svo er það sem er svolítið gaman að fá að vita að því að fólk bara það stimplar svona eins og þig sko, að þú sé bara búin að prófa þetta allt og er þá ekki einhvern veginn nú ætlum ég að koma feðraveldi aftur sko. Eru það ekki fullt að kallmennu að senda skilabóð sem halda að þú sé bara alltaf tilgiflega þegar þú ert alltaf að tala með þessu hluti? Jú, það kemur alveg mjög reglulega fyrir að ég fæ svona óumbeðin skilabóð við eins og tægi og kannski myndir myndræn, sko jú, það er alveg talsvert það En er ekki alveg líka komin tími til að segja kallmennum ekki vera að senda myndir af sprellunum ykkar á konur? Það er næstum því yngri konu sem finnst það skemmtilegt. Stöð skrifa það sko. Ég meina konun getur þótt alveg æðislega að fá teipamyndir sendar ef að þær báðu teipamyndina. En óumbeðnar teipamyndir, þetta var alltaf, við komum alltaf á samanhlutnum, samþykki. Já, nákvæmlega. Óumbeðin teipamynd er jafn ósexy og umbeðin teipamynd getur verið sexy sko. Já, akkurat. Þannig að þetta er mjög undarleg svona samskipta árátta sem að ég veit eiginlega ekki ég sé eiginlega ekki munin á þessu og perranum í runnanum þú veist, sem kemur og flassar. Þetta er alveg sama element. Þetta er bara stafrænt flassari. Já, stafrænt flassari. Þannig erum við komið nýtt hugtak. Ótrúlega hvað margir kallmenn halda þetta sé að fara að skora ykkur punta. Það er alveg merkilegt. Í alvöru, ég hef svo oft velt fyrir mér bara ferlinu, ákvarðanatökunni.
bara hvaða hugsun leiði til hvaða hugsunar sem leiði til þess að hann girði niður sig inn á baði með þvottakörfu og tannkremstúpu í baksín og tekur mynd, þú veist. Það skrifa þú tilbaka flottur tannbusti. Nei, mér stela best sem að, það var einhver kona sem að gaf það ráða og sem ég fór síðan að nota líka að segja bara, heyrðu, ertu búin að vera lengi svona? Ertu búin að leita til læknis? Eða? Já. Er það með þig? en af því við erum að tala um fordóm og svona gagvart fólki sem er svona aðeins með aðra langanir og aðra hegðun í kynlífi heldur en aðrir að það er svo skemmtilegt að ég hef lent í nákvæmlega öfugu. Var píkumynd? Nei, ekki með tippmynd. Ég er að tala með fordóma sem að fólk sem er í svona fjöl ástarsamböndum eða í Batman-búningum eða pollagöllum hefur lent í svona fordómar. Ég hef lent í þessu öfugt. Já, að þeim finnst þú vera rosa boring og... Nei, já, eiginlega. Að sem sagt, ég var með síðu sem hét lámenning.is og stóð undir nafni og var með alls konar svona klámkjaft og dónaskap og klámvísur og alls konar svona í rauninni svona perraskap á henni. Og og svo hitti ég einhverja stelpu sem byrja að tala við og er greinilega eitthvað, hefur áhuga á mér og er mjög mikil aðdáandi lámenningar og svo förum við svona að draga okkur saman og hún fer að segja mér óbúslega mikla sögur hvaða tæki hún á, leiktæki og hvað hann hefur prófað og hvað hann finnst gaman og eitthvað rosalega sögur og ég eiginlega bara svona skrepp onni í sjálfan mig og skammast mín óbúslega og svo endur hún segir svona, veistu það ég er eiginlega bara þó ég sé mér lámenning og svona það þarf eiginlega að játa svolítið fyrir ég er eiginlega bara svona alveg venjulegur ég vil eiginlega bara svona venjulegt kynlíf alveg bara skammast mín alveg ólega hún svaf samt hjá mér sko en ég veit ekki hvort hún neitar að hafa sofið hjá mér það hefur verið borðið upp á hann hún neitar því núna þannig að ég veit ekki hvort það var mjög gott að ég einhvern tímann fór ég með vinnufélögum mínum og var að segja eitthvað sögur við félagið minn og alls konar sem ég hefði gert og eitthvað og svo segi, nei þessi sem er þarna á barnum sem er afgreiða barnum, það er hún úr sögunni og eitthvað svona og það herði einhver svona kona sem var að vinna með mér og hún var svolítið pirruð að ég sildi vera svona að gorta eitthvað kynlíf sem ég hefði verið með og fannst það óviðandi og nefndi ekki að hlusta á þetta fannst þetta svona of miklar upplýsingar þannig að hún spyr hana þegar hún lappa fram hjá heyrðu, hefur þú sofið hjá þessum? Og hún bara, nei þannig að hún niðurlegði mig alveg på nýtt er það nú? Já Vona þegar hún að hlusta samt núna, kannski skrifar þú þér eitthvað fallit bréf eða lækar eitthvað hefur á Facebook. Já, þú varst ekkit svo léleg. Ég hef fengið verra. En þetta hefur nú ekkit skemmt þína sjálfsmynd neitt, vona ég. Nei, en hérna... Hann hefur enga, sko. Já. En já, þetta var svolítið pínlegt, sko. Já. Og svo ofan á það, sko, þá er ég með vissa snertifælni. Þannig ég get ekki bara hoppað upp í rúmi konu og að því vorum að tala áður einmitt þú þarft að segja frá svona hlutum sko, að þetta er eitthvað sem er svona frekar pínlegt fyrir kallmann, þú veist, við eigum að vera svona gaurar sem að getum bara sveiflað okkur, þú veist, eins og Tarzan og upp í rúmi einhverju konu og einhver konu hoppar í fangja okkur, þá eigum við bara að vera komdu hérna, ég er gorlu abinn, en hjá mér þá hefur þetta alltaf verið öfugt, einhver kona hoppar upp í fanga mér, þá frýs ég og það hafa svo margir svo veist, vini mínir hort á mig bara hvernig gastu klúðra þessu rökkvi hún hoppaði upp í fangi á mér hvernig gastu, þú veist eitthvað bara hvað? Og þú veist þeir skilur og þetta er eitthvað sem að þú sem kallmaður sem vill vera svona góðrúru alfa abi sko, vilt ekki segja frá eitthvað bara ég eiginlega fer bara hjá mér ef að kona snerti mig ekki sem ég þekki ekki og eiginlega mér líður bara illa og eitthvað svona þannig að þú veist þetta er eitthvað sem að maður ég læriði mitt að maður verður bara að segja konum þetta að þú veist þegar ég var að fara heim eitthvað druslast svo ef ég má nota mitt eigið orð með einhverju stelpum og fara heim með þeim eitthvað svona sem ég þekkti ekki þá var það eiginlega bara undantekningarlaust að það gekk ekki og ég skal segja ykkur það að þetta er pínlegra fyrir kvenmannin heldur en fyrir karlmannin að það er taka þetta persónulega bara þú skilur ekki að þú veist ég lærið bara þú veist að þegar þú verður eldri og þú hefur meira sjálfstraust þá segir þú bara ég er snertifælin ég get ekki byrjað bara kynlíf upp úr þurru þú veist ég þarf einhvern veginn að treysta hinum ég, þú veist, fæ svona bara eins og panikviðbrögð, ég þarf að róa mig niður, treysta hinum, ég get ekki og ég fór bara þegar ég var eldri að byrja með einhvern konu sem ég vildi vera með, segja þeim þetta bara og þá er þetta ekkit grenjum þetta eða eitthvað svona segja þetta bara eins og það sé bara alveg eðlur hlutur, gangast bara við þessu segja, svona virka ég, að þá þarf þú ekki að upplifa það að þetta sé eitthvað að þú veist að gangi ekki hjá þér og þú getur ekki byrjað neitt og þær skilur ekki hvað er að og ertu kannski bara einhver hommi eða viltu þær ekki eða eitthvað segja bara,
þú veist, þetta mun ekki ganga ef við ætlum að gera svona, þú veist, það þarf tíma, þú veist, ég með rosalega hátt adrenalín og þú veist, þá bara blokkast þetta, bara segja þetta. Mjög góð saga og örugglega margir sem að tengja við þetta og líka bara, sko, að vera til dæmis snertifælin eins og fyrir mig, þú veist, ef ég verið, finna mig kærasta 7-13 þá, sko, ef hann verið snertifælin þú veist, mér myndi finnast það verið en allt hann mætti vera með öll blæti í heiminum mjög vegna, sko en ef sko, ég er svo snertin að ég þarf að, þú veist, vera alltaf að kela, sko og ég gæti ekkert byrjað með snertifælin manni en ég gæti alveg byrjað með manni með alls konar blæti. Ég er samt ekki snertifælin yfir höfuð alltaf á allt. Ég get farið í glímu í Mjölni og glímtu ókunnu að sveita kallmenn því það er bardagi, sko. Það er allt annað. Það er ekki sexy. Já, það er ekki náinn snerting. Mér finnst það ekki sexy. Já, okay. Og ég get alveg, þú veist, með konum sem ég er búin að vera með. Ég get snertar eins mikið og knúsað og endalust. Já, en einhver ókunnugur, þá er þetta bara svolítið eins og ónæmiskerfið, skilur, sem þekkir ekki hlutinn og bara verst, eða þú veist, það kemur bara svona paniktilfinning, ég þarf tíma til að venjast. En spáði hvað er nú frábært að eldast þú veist, þetta eldist að þér að vera með einhverja skömm gagvart þessum þætti bara segja þetta, bara, þú veist, ég hef sjálfstraust, þú veist, ég trú alveg á mig, ég get alveg átt kærustu, ég get átt konu og allt þetta að láta ekki eins og það sé eitthvað svona, þú veist, sem þú verður að fela því að þá verður að verra og þú ferð upp með einhverju konu og þú bara nærður mig ekki upp, skilur, og það er þetta pínlega andartak og þú segir eitthvað eins og ég hef verið stressaður í skólanum með eitthvað svona og hún hugsa bara, já, þú veist, eitthvað ég skil þetta ekki, þetta hefur aldrei komið fyrir mig áður, ég hef haft vitað að nota það er versta, sko, sem þú getur sagt, sko. En þú veist, þessi pínlega atvik og það er alveg bara, þú veist, ég líður óslega illa með þetta og þetta er alltaf óslega pínlegt og ömulegt og bara, þið strákar sem eru með þetta vandamál, segja þetta bara algjörlega. Rökkvi, hann notar alltaf bara og ég ekki sína bara hvernig við fór þetta vefsíð. Já, heyrðu, ég var að horfa á eitthvað svo leiðis. Já, það er gaman að þessu. Þið skal vera með uppistand fyrir þig. En þetta er nú mjög greinilega svona litríkur heimur, segja. Kynlíf er endalega spennandi, mér svo fyndi að fólk spyrir mig, ertu ykkur þreytt á að fjalla kynlíf 18 ára síðar? Og það er bara eins og að spyrja þú veist, Nönnu Röggvalds hvort hún er orðin þreytt á að fjalla mat. Já, nokkulega. Það er óendanlega mikið þetta fjalla kynlíf. Já. Ég er sammála því. Þess vegna ætlum við að fá því aftur í þáttin einhvern tímann og við ætlum að tala meira þetta. Já. Allt. Endilega. Við komumst sennilega ekki lengri í dag. Flæðið skýrað endarunnið og fara að flæða á okkur núna. En Ragnheiður Eiríksdóttir, ég ætla að þakka kærlega fyrir komuna hér í dag. Takk fyrir mig. Og ég Rökkvi þakka fyrir komuna. En flæðið skýrið því er lokið.